Öskudagsmessa, það mikið að vera og þau eru búin að vera að koma hérna saman í 15 ár. Já. Hvernig stemningin í hópnum? Hún bara svo ljúf og yndisleg. Þetta alveg yndislegur hópur og það hefur smá stækkað að sjálfsögðu. Ég man að fyrst við vorum að byrja fyrsta árið stundu fórum við alveg niður í 4 eða 5 sem mættum en oft sé ég var að gá að í fyrsta árið vorum við jafnvel 8 til 10 oftast nær. Og svo vorum við 12 lengi, 12 og 13 og það fannst okkur mjög gott að því þá var það Jesús og lærisveinarnir sko. En núna þetta leyti erum við oftast svona á bilinu frá 18 til 22 og sjálfsögðu þetta mikið sko eftirlaunafólk. Af því að það virðist helst hafa góðan tíma til að koma. En samt var þetta hugsað að Kristjánum val á sínum tíma. Fólk geti komið hérna á leiðin í vinnu. Það sem þyrfti ekki að byrja fyrir 9, geti komið klukkan 8 og verið í messu og farið svo áfram í sína vinnu. En við reynum að lyfta okkur upp öðru hvoru og gera eitthvað til tilbreytingar. Við til dæmis sem við núna undanfarin 3 ár höfum við heimsótt systursöfnuð í Hafnarfjarðarkirkju. Þar líka svona miðvikudagsmessuhópur og þau koma til okkar í desember og við förum til þeirra í nóvember og þá fellur niður messan hér og bara í Hafnarfjarði staði. Svo vorin núna í mörg ár höfum við farið í svona messuferðir eitthvað lengra til. Við finnum þá einhverja sveitakirkju hérna í nágrenni Reykjavíkur og höldum messuna þar og lánaða kirkjuna og prestarnir okkar sjáum það. Við höfum farið bæði í Brautarhólskirkju á Kjalarnesi, við höfum farið í Mosfellskirkju í Mosfellsbæ, við höfum farið á Þingvöll, við höfum farið tvívegis í Skálholt, fyrst fyrir nokkrum árum og síðan í fyrra til að kveðja Kristján Val en hann nú ennþá í Skálholti en hvað það? Og það verið að plana núna í maí að fara aðra svona messuferð og þá bara hjálpust við öll að við skiptum bara fólkinu á bíl, sumir eru bílstjórar og fylla sína bíla af fólki svo þurfum við ekki að kosta neinu til og förum og ef ekki býðst messukaffi á staðnum þá bara förum við í næsta bakari og fáum okkur þar messukaffið á eftir því það svona mikill hluti af þessu samfélagið eftir messuna. Messurnar náttúrulega yndislegar og svo alltaf samfélag á eftir. Nú eru þið búin að vera í þessu 15 ár, ég sá að þið eru að fara í utanlandsferð. Já, það er fyrsta utanlandsferðin okkar og þannig að séra Ása Björk Ólafsdóttir sem prestur út í Ari Döblinar. Hún mikil vinkona okkar og hún var svo oft með okkur hérna og Halla dóttir hennar sem núna komin tvítugt var bara barn þegar hún byrjaði að koma. Og þær koma alltaf til okkar hérna miðvikudögum þegar þær eru á landinu og eru með okkur í messu og Ása þá presturinn og nú ætlum við að heimsækja hana, það er búið að standa til í mörg ár og það eru 16 manns eins og skráður til að fara í þessa ferð 20. apríl og ég veit að það verður alveg yndislegt. Er það ekki? Herðu, kæra þakkir fyrir okkur og gaman að fá að koma og vera með. Já, þakkaði kærlega og ykkur báðum kærlega fyrir. Takk.